Lofaðu sé Guð, Faðir drottins og Jesú Krists, og fyrir hans heilaga anda þá megum við vexa með hann og lofa. Við langar til þess að við tölum svolítið um frelsun. Frelsun í drottni. Það er heil bók í Biblíunni sem ber þessa yfirskrift, frelsun í drottni. Vitið hvaða bók það er? Nú þurfum við að vita. Flestar þessara bóka í Biblíunni, þær hafa hebreskt nafn. En við vitum ekki endilega þýðinguna á hebreska nafninu. En frelsun í drottni er sama og Jesaja. Og þá vitið þið það. Og það er svolítið athyglisvert þegar ég skoða þessi mál, að yfirskriftin, Jesaja, frelsun í drottni, þetta fylgir boðskapnum sem er í bókinni. Munið eftir sögunni af því þegar gyðingarnir komu pening til Jesú, eða þeir komu til hans og spurðu, eigum að borga keisaranum skatt. Hvað eru margir inni sem vilja sleppa því að borga skatt? Og ef Jesús hefði sagt því að þið borgið þessu jarðnesku yfirvöldum engan skatt, þann hefði orðið vinsælasti stjórnmálamaður samtímans. Hann hefði talað alveg eins og kallað hann hefði verið lýðskrumari. Hann hefði talað eins og fólki vildi heyra. Já, popúlisti. En Jesús hann sagði við þá, færið mér pening. Og þegar þið komið með pening, þá sagði hann, hvers mynd og yfirskrift er þetta? Og þegar hann bað þetta tákn og þessa útskýringu á peningnum, þá vil ég segja ykkur það, að allar ritningarnar eru með nákvæmlega sama yfirbragði. Þær hafa yfirskrift, eins og Jesaja, frelsun í drottni, og þær hafa mynd. Og ritningarnar eru að tala við okkur einmitt þennan eiginleika Guðs, hvernig hann opinberar sig. Þetta er svona ekkert ólíkt því sem við erum að gera. Við erum að kveikja á kertum á aðventunni og við köllum þetta ýmist englakerti eða Betlehem-kerti og hirðakerti og spámannakerti og svo framvegis. Og menn byrja yfirleitt á spámönnunum af því að það verður að segja okkur sögu. Það verður að rifja upp hvað við erum með í höndunum. Vandinn við okkar trúarlíf, systkini, er að það er svo margir kristnir sem ekki einu sinni opna þessa bók. Það er svo margir kristnir sem tileinka sér bara Guðspjöllin eða bara apostolasöguna eða bara sálmana. Og við erum í raun og veru með því að takmarka Guð almáttugan við okkar eigin skilning. En það megið þið vita, og ég ætla að lýsa því hér yfir núna, að Guð er stærri en við öll saman. Hans vegir eru hærri en okkar vegir, og það er hann sem er stærri og meiri heldur en allt það sem við skiljum eða erum. Vitið hvað hann er? Frá Jesaja. Jesaja er nákvæmlega með þetta. Og skoðu nú nokkur atriði. Við skulum fara í 1. kapitúla Jesaja spádómsbókar og þá meira segja gefur hann okkur tímann sem hann lifir á. Og það er svo athyglisvert að Jesaja, þessi spádómsbók, hún nær eiginlega yfir 100 ár. Og trúlega þeir hafa verið að reyna að útskýra þetta þannig, fræðingar, að þetta eru fleiri en einn maður. Jesaja var eins og bara spámannaskóli og svo komu spáminn inn í þetta einn af öðrum og þeir gáfu þetta Guðs orð. En ég ætla að bara biðja ykkur að athuga það. Það er heilagur andi sem er á bakvið hvert einasta orð hjá Jesaja. Og það er svo athyglisvert að heilagur andi hann upplýsir okkur ákveðin tímabil, ástand mannsins og framtíðina. Og gleymum því ekki, við kristinn þurfum að átta okkur á því að það er mesta blessun sem við nokkuð tíma getum fengið, það er endurkoma Jesú Krists. Endurkoman fyrir sumum er eins og ógn og skelfing og menn að spyrja hvað tekur við, en endurkoma Jesú Krist, hún mun breyta þessari sköpun. Og ég segi bara velkomin drottinn að leysa okkur úr sköpun sem er verri en slæm. Má ég segja þetta svona?
Og við komum í fyrstu versin. Viturinn Jesaja Amossonar hann fekk Júda og Jerúsalem á dögum Ússía, Jótams, Akasar og Hiskía konunga í Júda. Heyri þér himnar og hlusta þú jörð, því að drottinn talar. Ég hef fóstrað börn og fætt þau upp og þau hafa risið í gegn mér. Haldið þessi útkoma. Kennarinn í bekknum, hann mætir inn með alla sína þekkingu og bekkurinn fyrir uppreisn. Kannist þið við þetta, krakkar? Ég búin að vera kennari mörg ár og það var yfirleitt á hverju einasta ári að krakkarnir, þeir svona ætluðu að gera mér eitthvað. Og það var algengt, mjög merkilegt, þegar ég kom inn í stofuna, þá fann ég, nú var eitthvað í gangi. Og einu sinni var það svoleiðis í gangi að strákarnir í stýrimannaskólanum, þeir ætluðu að gera grín að því að ég væri að verða hárlaus og það var farið verulega að finnast hárin á mér. Og ég sest og býða velkomna og þá segir einn, Snorri, má ég spyrja svolítið? Já, gjörðu svo vel. Hvernig byrjar að vera sköllóttur, sagði hann, og þá hló bekkurinn. Svo ég horfði bara svona aðeins á hann, nákvæmlega svona, segi ég. Og þá fór allir strákarnir að grípa í hann vegna þess að hann fór strax að athuga hvort að kollvíkin hafi eitthvað verið að hækka. Það var eitthvað sem gerðist sem ég skynjaði og það hefur svo algengt að ég hefur upplifað þetta sem Biblían talar í Davíðssalmum 139 að Guð, hann skynjar hugsanir okkar álengdar. Hann veit hvað þú ert að hugsa áður en þú biður. Og Jesaja, hann einmitt að tala til kynslóðar sem Guð þekkir hugsanir. Og hverjar voru hugsanir gyðinganna á dögum Jesaja? Sjáum hvað þetta athyglisvert. Ég hef fóstrað börn, fætt þau upp og þau hafa risið í gegn mér. Uxinn þekkir eiganda sinn og asninn jötu húsbónda síns. En Ísrael þekkir ekki mitt fólk og þekkir ekki mitt fólk, skilur ekki. Þetta fóðrið sem á verið jötunni. Hefur fengið að borða nýlega. Hefur tekið orð Guðs og lesið og rannsakað og setta inn í hugaðinn. Leyft heilugum anda að setja það inn. Og við erum stundum í vafa það hvort að við skiljum orð Guðs eða skiljum heilagan anda rétt. Ég heyri fólk biðja, Drottinn leyfði mér að heyra í heilugum anda. Og hvernig fer Guð að? Gjör svo vel. Hér heilagur andi búinn að tala. Hann búinn að tala í fleiri 100 ár og bara á dögum Jesaja, þá talaði hann í heila öld. Og svo þegar við komum aðeins nær í tíma, þá erum við að sjá Guðsmennina rísa upp. Og Jóhannes skírari var í eyðimörkinni. Og gyðingarnir koma til hans og þeir spyrja hann, Jóhannes, hver ert þú? Af hverju ert út í eyðimörkinni? Af hverju ert ekki í musterinu? Pabbi þinn var prestur. Þar átt að vera, þú átt að vera erfinginn við musterið. Af hverju ert ekki að þjóna þar? Af hverju ert út í eyðimörkinni? Og hvað sagði þá Jóhannes skírari? Ég rödd hrópandans í eyðimörkinni. Hvaðan fékk hann þetta? Hann tekur skyndilega upp orð úr Jesaja og hann setur sjálfa sig inn í Jesaja spádómsbók og hann gerir Jesaja spádómsbók að lifandi orði á meðal þeirra. Skyldi kynslóðin hafa skilið hvað var í gangi? Vitum við í dag hvað í gangi hjá okkur? Ég segi það komið tími til að söfnuður lifanda Guðs hann framgangi í frelsun drottins. Við getum ekki spurt heiminum álit eða skoðanir. Því að ef að heimurinn á dögum Jesaja var fráfallinn og hann vissi ekki hvort fótinn hann átt að stíga og þetta voru börn sem höfðu risið í gegn Guði, hvað þá að gerast á Íslandi í dag? Meira að segja hinir kristnu, meira að segja prestar, meira að segja þeir sem kalla sig trúaða. Þeir eru ekkert með málin alveg á hreinu. Og meira að segja við hér inni. Við erum mörg hver, sofnuð svo illilega að heilagur andi á erfitt með að vekja okkur upp. Og við skiljum ekki hvað að gerast. Má ég nefna ykkur eitt atriði? Við heyrum kannski ekki dóðlega mikið af því sem að gerast í Ísrael. Hafið tekið eftir því að Benjamin Netanyahu,
Hann með eiginlega eins og utanþingsstjórn eða hann með minnihlutastjórn. Þetta bara starfsstjórn. Ísrael vantar ríkisstjórn. Vitið af hverju það er? Það annar Benjamin. Hann heitir Benjamin Gan. Hann í stjórnmálaflokknum sem hann næst stærsti stjórnmálaflokkurinn og Benjamin Netanyahu og Benjamin Gan, þeir ná ekki saman. Þeir get ekki samið stjórnarsáttmála. Fyrir örfáum árum. Örfáum. Kannski 5 til 10 árum. Það var rabbíi sem spáði þessu og sagði, þegar 2 Benjamin að semja í ríkisstjórninni, þá náður ekki saman. Og það að gerast. Svo hélt hann áfram. Á þeim tíma mun koma fram maður sem gyðingar trúa að verði Messias. Nú komin að tímabili, þar sem að þessir aðilar ná ekki saman, Messias gyðinga, sem að við köllum í kristna heiminum antikrist, hann að stíga fram. Ég bara bíð. Og ég segi, heilagur andi, leitt okkur þinn veg. Leyfðu okkur að sjá. Og við skulum fara aðeins aftur til Jóhannes að skírara. Hann tók orðið sér í munn og hann lét orð drottins rætast hjá sér. Og margoft við einmitt að sjá hvernig drottinn Jesús Kristur, spámennirnir og allir þeir sem hafa flutt okkur fagnar erindið að vísa til Jesaja spádómsbókar. Og ég ætla bara að segja ykkur þetta. Bara Mattheusar guðspjall, 1 guðspjall, það vitnar 45 sinnum í Jesaja spádómsbók. Bara opinberunarbókin. Hún vitnar hátt í 60 sinnum í Jesaja spádómsbók. Af hverju þessar bækur að styðja hvora aðra og af hverju predikarar sem það 700 ára munur á milli? Af hverju að tala sama boðskapinn? Og af hverju við kristnir í dag, af hverju við að leyfa okkur að sleppa þessu lifandi heilaga orði? Þetta okkur líf, þetta okkar kraftur. Þetta rödd heilags anda á meðal okkar. Þetta björgun samfélagsins. Þetta björgun þín og björgun mín. Og hvers vegna haldið þið að nafn Jesaja sé yfirskrift yfir þessari bók? Frelsunin í drottni. Komum aðeins lengra. Förum í Jesaja 40. Það sem við sjáum að Jesaja líka halda áfram að tala til kynslóðarinnar. Þessara kynslóðar sem þekkt ekki jötuna og hafði risið gegn drottni Guði almáttugum. Í 40. kapitúla Jesaja, þá hann að tala til okkar ákaflega sterka og mótandi mynd. Við förum bara í fyrstu versin. Huggið líf minn, segir Guð yðar. Hughristið Jerúsalem, boðið henni að áþján hennar sé á enda, að sekt hennar sé goldin og hún hafi fengið 2-falt af hendi drottins fyrir allar syndir sínar. Heyr, kallað greiðið götu drottins í eyðimörkinni, ryðjið Guði vorum veg í óbyggðinni. Og hver var að kalla? Jóhannes skírari. Og þetta orð rætist rétt fyrir daga Jesú Krist. Ég rödd hrópandans í óbyggðinni. Komu núna með mér aftur í Jesaja, 1. kapitúla, 9. vers. Skyldi það verið þörf á dögu Jóhannes að skírara að hrópa til fólksins. Skyldi það verið þörf fyrir predikarann að láta í sér heyra. Og hann valdi eyðimörkina. Og frá eyðimörkinni barst ómurinn út allt Ísrael. Allir vissu hvað var í gangi. Og fólkið það hrúaðist og hópaðist til Jóhannes að skírara. En hvaða fólk var þetta? Jú, það sagt hérna í 9. versinu í Jesaja 1. Ef drottinn alls herjar hefði eigi látið oss eftir leifar, mundu við brátt hafa orðið sér Sódóma, líkt Gómoru. Erum við ekki gott fólk? Erum ekki alltaf að heyra það að við erum svo góð og kærleiksrík? Ég var að tala við eitt sem ég var að skutla á samkomu hérna í dag. Hann kemur frá Nígeríu og hann upplifir Íslendinga sem voru kærleiksrík og góða. Og mikið ég þakkláttur fyrir hann fann þá. En vitið þið, eðli mannsins ekkert gott. Frá hjarta mannsins
koma vondar hugsanir. Kannastu þetta? Morð og hórdómur og frillulífi og svo framvegis. Og Biblían segir að eðli mannsins er ekki gott, af því við erum fallin. Og við eigum svo auðvelt með að verða eins og Sódómu eða Gómoru líður, en hvað gera þessar leifar? Hvað gera þessi fáu? Sjáu þið, ef drottinn allsherjar hefði eigi látið oss eftir leifar, myndum við brátt hafa orðið sem Sódóma og Gómora. Og það er álitið að frá Nóaflóði til dómsins yfir Sódómu og Gómoru hafi liðið rétt 1000 ár. Svo hratt féll mannkynið. Það hafði lítið lært. Og við getum alveg tekið það sama í dag. Mannkynið sem fer ekki eftir því sem heilagur andi segir, það fellur. Og sjáum við bara annað líka. Jesaja heldur áfram að tala til okkar í 10. versinu. Heyrið orð drottins, dómarar í Sódómu. Hlusta þú á kenning Guðsfoss Gómoru líður. Hvaða dómarar í Sódómu voru þetta? Í dag stendur íslensk þjóð frammi fyrir því að það er ekki gild mannréttindi í landinu öðruvísi en að samkynhneigðir fái að haga sér eins og þau vilja. Og með þess að það var dómari sem sagði þetta í fréttum daginn. Hann er ekki lengra frá þessu orði í Jesaja en þetta við bara sjáum tíman sem er komin. Þetta er fyrir mig mjög alvarleg aðvörun. Ef höfðingjarnir haga sér svona, þá vita hinir að þeir mega leyfa sér það. En málið er bara, systkini, Biblían, hún er að tala gegn þessu lífsmáta. Og vitið það hverju? Þetta er ekki af því að Biblían sér þetta sem mannréttindi, hún sér þetta sem synd. Þetta er synd. Og ef að þú mátt ekki stela af því það er synd, og þú mátt ekki myrða af því það er synd, þá máttu heldur ekki halda framhjá eða fara illa með kynlíf. Þú mátt ekki rústa líkamanum því að það er brot gegn Guði almáttugum. Það er alvarlegt mál. Og við skulum skoða svolítið nánar hvað er að gerast. Þetta orð, þessi boðskapur, hann flytur sig alveg inn í Nýja testamentið, inn í Kórintubréfið. Það getur vel verið að þú hafi þá skoðun að þú vilji ekki lesa þessi atriði því þú ert nútíma maður. En nútíma maðurinn, hann er bara fólginn í því að við verðum jafn viðkvæm fyrir valdi syndar og djöfuls eins og allir aðrir. Þess vegna kom Jesús Kristur til þess að frelsa okkur frá þessu ægivaldi syndarinnar. Eini lausnarinn. Komið með mér í 7. kapitúla Jesaja. Vegna þess að drottinn Jesús Kristur, hann er einn af þeim sem við bendum gjarnan á. Og hann er boðaður af Jesaja í 7. kapitúlanum. Og Jesaja er að undirbúa Ísraels líð. Og Jesaja tala til okkar og bendur okkur á hvað Guð er að gera með í 7. kapitúlanum. Sjáu þið 14. versið. Sjá, yngismær verður þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Við súrmjólk og hunang skal hann alast. Þá er hann fyrir að hafa vita og að hafna hennu illa og velja hið góða. Áður en sveinninn hefur vita og að hafna hennu illa og velja hið góða, skal mann auðn verða í landi þeirra tveggja konunga sem nú skelfa þig. Þetta segir Jesaja. Og þessi sveinn, hver er hann? Við erum að koma strax inn í jólaguðspjallið. Jólaundirbúningurinn er hafinn hjá Jesaja strax í 7. kapitúla bókarinnar. Þannig að bara mjög snemma þá fer Jesús að koma fram, hann fer að birtast sem vonin, sem boðskapurinn, sem frelsarinn af því að Guð er með sína áætlun. Hann er að kynna hana fyrir þig. Ef við halda aðeins áfram, kynnum okkur svolítið áætlun Guðs. Komum í 9. kapitúlan. Þar er yfirskriftin friðarhöfðinginn. Við förum í 9. kapitúlan, 7. versið. Við vorum búin að heyra Immanuel þarna og í 7. versinu þá er sagt því að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla, nafn hans skal kallað undraráðgjafi, Guð hetja, eilíðafaðir, friðarhöfðingi. Og við erum komið þá með 5 nöfn á Jesúm Krist,
bara í þessum 2 köflum, 7. og 9. kapitúla Jesaja. Það Immanuel og síðan hafið þið þetta með undraráðgjafan Guðhetjuna, eilíða föðurinn og fríðar höfðingjan. Og mikill skal höfðingjadómur vera. Og svo ef við flettum aðeins í 1 blaðsíðu lengra, fórum í 11. kapitúlan, þá kemur alveg stórmerkilegt atriði þarna fram. Í öðru versinu, yfir honum mun hvíla andi drottins, andi vísdóms og skilnings, andi ráðsbyggju og kraftar, andi þekkingar og ótta drottins. Unun hans mun verða að óttast drottin. Og hver þessi? Jú, hann sá sem að við erum að kveikja á Betlehemskertinu. Í nafni hans erum við að minnast þess sem Jesus og Guð sagði við Jesaja í til dæmis 11. kapitúlanum af stofni Ísai. Mun kvistu framspretta og angi uppvaksa af rótum hans. Og ef við lesum aðeins lengri þessum kafla, það alveg stórmerkilegt hvernig Jesaja hefur fengið fyrir heilagan anda að sjá inn í framtíðina og opinbera fyrir okkur hver þessi Jesus Kristur Hvað fylgir honum? Og sjáu þið, við erum að tala ríki Messíasar, það yfirskriftin. Komið með mig bara í til dæmis 7. versið. Ég byrja á 5. versinu. Réttlæti mun vera beltið lendar hans, trúfesti, beltið mjaðmir hans. Þá mun úlfurinn búa hjá lambinu, pardustýri liggja hjá kiðlingnum, kálfar og ljón og alifé ganga saman og smásveit gæta þeirra. Kýr og birna munu vera á beit saman og kálfar og húnar liggja hvori hjá öðrum. Ljónið mun hei eta sem naut. Brjóstmylkingurinn mun leika sér við hóludyr nöðrunar og barnið nývanið að brjósti stinga hendi sinni í bæli hornormsins. Það þarf eitthvað mikið að breytast til þess að þetta geti gert. Eða ekki? Þetta einkenni á ríki Messíasar. Þegar Jesus kemur, þá breytist náttúran svona. Þá förum við til Afríku og við komum með þeim frá Nígeríu og annar staðar þar sem að ljónin eru og við getum komið saman út í skóginu og kallað ljónin og þau koma til okkar eins og kettlingar. Þvílíkur munur. Hvað þarf að breytast? Eðli dýranna þarf að breytast gjörsamlega í það að vera kærleiksríkt eðli. Þannig að heilagur andi mun á þeim tíma þegar Jesus kemur með sitt ríki, þá mun hann breyta náttúrunni og eðli hennar. Þá munu menn ekki þurfa að hafa áhyggjur af global warming eða hamfara hlýnun eða hvað sem það nú Þá munu menn sjá allt annað og vita það að það miklu betra á döfinni. Svo ég segi það eðlilegt fyrir kristinn mann að átta sig á fyrirheitunum og voninni sem á bakvið kristnu hátíðarnar. Jólin ekki bara til þess að þú fái pakka. Jólin eru til þess að við bjóðum Jesú velkomin heim. Jólin eru til þess að Jesús Kristur, hann fá að vera á meðal okkar sem frelsari mannana og frelsari okkar. Heyri, amen. Það skiptir öllu máli fyrir okkur. Höldum aðeins áfram. Ég ekki alveg búinn. Vegna þess að ég ætla að tala við ykkur svolítið eitt atriði viðbót sem bara í beinum framhaldi af þessu. Þetta ríki Messíasar. Við erum með þetta í 11. kapitúlanum. Ef að kíkja aðeins á, bara til þess að flýta för, ef að kíkja aðeins á 2. kapitúlan hjá Jesaja. Og það einn af þessu köflum sem við erum ekkert endilega mikið að vísa til. Og það alveg stórmerkilegt í 4. versinu í 2. kapitúla. Þar hann að tala að þjóðirnar streyma til Jerúsalem. Þá segir hann, og hann mun dæma með að líðana og skera úr málum margra þjóða. Og þær munu smíða plógjárn og sverðum sínum og sniðla og spjótum sínum. Engin þjóð skal sverð reiða að annarri þjóð og ekki skulu það temja sér hernað framar. Ekki skulu það temja sér hernað framar. Þær munu taka spjótin og sverðin og búa til plóga eða einhver akuryrkjutæki til þess að yrkja jörðina og þá munu menn hjálpa hvorum öðrum. Hvað þarf til þess að svona gerist? Það þarf algjöra hugarfarsbreytingu á meðal okkar. Ef við fara aðeins lengra, komum í til þess Jesaja 25,
þar Jesaja einnig að tala við okkur Guðs ríkið, vonina sem við eigum. Ég ætla að fara með ykkur í 8. versið í 25. kapitulunum, þegar þjóðirnar taka sinnaskiptum, og þá segir hann í 8. versinu, hann mun afmá dauðan að eilífu, og hinn alvaldi drottinn mun þerra tárin af hverri ásjónu, og svífurðu síns líðs mun hann burt nema af allri jörðinni, því drottinn hefur talað það. Hugsið ykkur hvað þetta verður merkilegu tími þegar verður aldrei jarðarfarir. Við þurfum aldrei að lesa dánatilkynningar. Við vitum að ef ykkur verður veikur þá bara læknast hann nánast eins og skot. Við vitum að á þeim tíma þá líka sagt að áður en að við byggjum þá svarar hann. Ef við skoðum það, þetta fær Jesaja að sjá. 700 árum áður heldur að Jesús Kristur kemur í þennan heim. Förum í Jesaja 65 og þá skulum við sjá hvernig andi Guðs hefur talað til hans og opinbera fyrir honum hvað í vændum og hver þinn arfur, bróðir og systir. Hvað við höfum fengið með því sem að Jesús Kristur gaf okkur. Tökum eftir þessum sterku og kraftmiklu orðum. Jesaja 65, vers 17 til 25. Nú ætlum ég aðeins að fá að lesa svona innabókar. Frá 17. versi, þá segir hann, frá 17. versi, sjá ég skapa nýjan himinn og nýja jörð. Og eins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævinlega yfir því sem ég skapa. Því sjá, ég gjöri Jerúsalem að fögnuði og fólkið í henni að gleði. Þaðan þarf enginn að flýja. Þangað þar vilja allir vera vegna þess að það það yfirbragð. Það gleði og fagnuður í borginni í 19. versinu. Ég vil fagna yfir Jerúsalem og gleðjast yfir fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar gráthljóð eða kveinstafir. Þvílík breyting. Höldum aðeins áfram. Eigi skal þar framar vera nokkurt ungbarn aðeins lífi fáa daga, né nokkurt gamalmenni sem ekki nái fullum aldri, því að sá þar ungur maður sem deyr tíræður. Og sá sem ekki nær tíræðis aldri skal álitast einskis verður eða bölvaður. Hvaða aldur það þegar við náum 100 árum og meiri það? Og ég vil meina og ég vil trúa því að þegar við erum að tala þennan tíma, þetta ríki Messiasar, þá verðum við í sömu sporum og við erum að lesa í sköpunarsögunni þegar Guð var nýbúinn að skapa himinn og jörð og gera manninn í sinni mynd. Þá urðu menn fleiri 100 ára gamlir, til dæmis Adam, hann dó 930 ára. Metúsalam var 1000 ára. Svo þú átt mjög bjarta framtíð þegar Jesús kemur. Og það alveg eðlilegt fyrir okkur að segja við Jesú, fara að drífa þig. Komdu, ég bíð eftir þér. Og þið sem eru með einhverja sjúkdóma og finni fyrir því að ellin að færast yfir ykkur, biðið þið enn fastar. Guð, komdu, Jesús verður ekki að bíða þetta lengur. Vonum og væntum eftir því að Jesús Kristur komi í mætti, í veldi og í mikilli dýrð. Amen. Það verða þrengingar rétt áður. Við fáum að reyna eitt og annað rétt áður. En haldið út. Verið þolinmóð. Horfiði þangað sem lausnin Horfiði þangað að við erum rétt að ná í gegn. Við erum rétt komin á þann tíma þegar Jesús Kristur kemur í skýjunum, í mætti og í veld og mikilli dýrð. Og það allt sem vitnar að svo að verða. Þið heyrið spillingun í heiminum. Þið heyrið að við getum ekki ráði við náttúruna öðru sinna eitthvað yfirnáttúrulegt gerist. Þið heyrið að það angist meðal íslenskra barna og íslensku þjóðarinnar. Menn eru hræddir við dunur, hafs og brimgný, eins og sagt Þeir horfa til veðurs og þeir spyrja vinda og þeir segja hvernig getum við lagað andrúmsloftið og hitastigið. Og það komin alls herjar og allra þjóða samþykkt til þess að laga þetta. En drottinn bara minn okkur á. Horfiði á hvað að gerast. Þetta eru táknin á undan.
lesum samt aðeins áfram, því að það er meira sem er í þessari von, í þessu ríki drottins. Þeir munu reisa hús og búa í þeim. Þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir búa. Eigi munu þeir planta og aðrir eta. Því að aldur fólks míns mun verða sem aldur trjánna og mínir útvöldu skulu sjálfir njóta handaverka sinna. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skammlífis. Því að þeir eru kynslóð manna drottinn hefur blessað og niðjar þeirra verða hjá þeim. Áður þeir kalla mun ég svara og áður þeir bænheyra, áður þeir hafa orðinu sleppt mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu vera saman á beit, ljónið mun eta sér naut og moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja. Og þetta ekki athyglisvert að á 3 stöðum hjá Jesaja eru búin að benda á hvernig hann kemur fram með opinberun ríki Messiasar. Og gyðingarnir spurðu eftir að Jesús var upprýst frá dauðum, og við getum sagt þeir voru á uppstigningadag, voru saman á Olíufjallinu og þá segja þeir, Jesús, munt þú á þessum tíma reisa ríkið þitt? Þeir voru að horfa á hvað Jesaja sagði. Þeir vissu vonina. En Jesús hann vissi, það er ekki ykkar að vita tíma og tíðir. Bara Faðirinn gerir þetta sjálfsins valdi þegar rétti tíminn er. Núna virðist hann vera kominn. En til þess að þú megi vita hversu áreiðanlegur Jesaja er, þá ætla ég að ljúka minni ræðu á því að benda þér á 2 kafla, síðustu kaflana sem ég hef sem tilvitnun í þessari ræðu í dag. Og það er Jesaja 52 og 53. Og sjáu hvað þetta er alveg stórmerkilegi kaflar, því að við getum sagt að þessi kaflar, þeir rættust bókstaflega. Bókstaflega. Þá er Jesaja að tala frá 13. versinu í Jesaja 52. Sjá þjónn mun giftu samur verða. Hann mun verða mikill og veglegur og mjög hátt upp hafinn. Eins og margir urðu agndofa og af skelfingu yfir honum, svo afskræmt var ásýnd hans framar en nokkurs manns og mynd hans framar en nokkurs af mannanna sonum. Eins mun hann vekja undrun margra þjóða og konungar munu afturliggja munni sínum fyrir honum, því að þeir munu sjá það sem þeim hafa aldrei verið frásagt og verða þess áskynja þeir hafa aldrei heyrt. Hver trúði því sem oss var boðað? Og hverjum var armleikur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðarteinungur fyrir augliti hans og sem rótarkvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo oss gæfi á að líta, né álitlegur svo oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann. Harmkvæla maður, kunnugur þjáningum, líkur manni menn byrgja fyrir andlit sín. Fyrirlitinn og við mátum hans einskis, en vorar þjáningar voru það sem hann bar. Vor harmkvæli hann á sig lagði. Við álitum að refsa hann, sleginn af Guði og lítillægt hann, en hann var særður vegna vorra synda, kraminn vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Við fórum allir villir vega sem sauðir stefndum hver sína leið, en drottinn lét misgjörð vor allra koma niður á honum. Hann var hrjáður, en hann lítillætti sig og lauk ei upp munni sínum. Eins og lamb sem leitti til slátrunar, og eins og sauður þegir fyrir þeim, klippa hann, lauk hann ei upp munni sínum. Með þrenging og dómi var hann burtnuminn, og hver af samtíðamönnum hans hugsaði það? Hann var hrifinn burt af landi lifenda, fyrir sakir syndar míns lífs var hann lostinn til dauða. Og menn bjuggu honum gröf meðal Ísraelsmanna, leggst af með ríkum. Þótt hann hefði eigi ranglæti framið og svik væri ekki í munni hans, en drottinn þóknaðist að kremja hann með harmkvælum. Það sem hann fórnfærði sjálfum sér í sektarfórn,
skyldi hann fá að líta afsprengi og lifa langa ævi og áformi drottins fyrir hans hönd framgengt verða. Vegna þeirra hörmunga sál hans þoldi, mun hann sjá ljós og seðjast. Menn munu læra að þekkja hann, mun hann, hinn réttláti þjónn minn, gjöra marga réttláta og hann mun bera misgjörðir þeirra. Fyrir því gef ég honum hinna mörgu að hlutskipti og hann mun öðlast hinna voldugu að herfangi. Fyrir það að hann gaf líf sitt í dauðan og var með illræðis mönnum talinn. En hann bar syndir margra og bað fyrir illræðis mönnum. Hefur leyft honum að bera þína synd? Jesaja hvetur okkur til þess. Hefur leyft honum að taka þig að sér, svo að hans vilji komi í þitt líf. Þessi 700 ára gamli boðskapur gerist, hann sagði 700 árum áður en Jesús kemur. Og hann rættist bókstaflega. Haldið það sé ekki eðlilegt fyrir okkur að við tökum Jesaja inn í kristnina. Og við förum að segja, Jesaja spádómsbók, hún tilheyrir Nýja testamentinu, ekki bara því gamla. Þess vegna akkur fyrir okkur að við höfum Jesúm Krist sem konung okkar, drottinn og frelsara og byggjum hann að fjarlægja syndir og afbrot frá okkur. Eigum að enda samkomuna þannig? Við skulum standa upp, gjörðu svo vel. Takk drottinn minn að við munum biðja til þín í dag. Við munum hugleiða þitt lifandi heilaga orð og biðja þess Jesús að bæði sú von sem í framtíðinni og einnig sú von sem við eigum í syndafyrirgefningunni megi vera okkar arfur. Og ég bið fyrir því elskaði Herra að við getum sagt öll saman, Jesús Kristur, fjarlægðu afbrot okkar frá okkur. Leyfðu okkur að hafa þig sem drottinn og frelsara. Mótaðu okkur eftir þínum vilja og undirbjúðu okkur fyrir þitt ríki sem að koma. Jesús Kristur, ég trúi því að þú ert sonur hins lifanda Guðs og ég vil fylgja þér. Ég heyri amen við því. Amen. Dýrð drottins veri yfir ykkur og með ykkur og megi hann láta ásjónu sína lýsa yfir þig og gefa þig sinn frið og hann upplifti augliti sínu yfir þig til þess að veita þig sinn frið í nafni drottins Jesú Krists. Amen.